þá komið að því að, já, eins og ég nefndi hérna í upphafi, þá kannski styttra á milli atvinnugreina eins og sjávarútvegs og landbúnaðar en margir gera sér grein fyrir og næsti frumalandi einmitt úr sjávarútvegsgeiranum svona frekar. Það vörusmiðja Biopol á Skagaströnd sem búin að starfa í mörg ár, svona sjávarlíftækni setur en hefur fært út kvíandar með vörusmiðju sem að mér skilst að sé að hafa ekki síður til þeirra sem í landbúnaði heldur en sjávarútvegi, bara matvæla vinnsla yfir höfuð. En hún Þórhildur María Jónsdóttir, verkefnisstjóri hjá Biopol, hún ætlar að útskýra það nánar fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og ég vil þakka fyrir að hafa verið boðið hingað til ykkar. En ég heiti Þórhildur Jónsdóttir og verkefnastjóri vörusmiðju Biopol og langar að kynna fyrir ykkur vörusmiðjuna og þau gríðarlegu tækifæri sem felast í þessari nýrri aðstöðu sem hérna á Norðurlandi vestra. Vörusmiðjan vottað vinnslurými sem leigt út fyrir smáframleiðendur. Við erum með aðsetur á Skagaströnd í gamla frystihúsinu en þar var rýmið allt tekið í gegn og endurnýjað og þarna eru myndir teknar úr smiðjunni sjálfri. Vinnslurými allt stórkostlegasta og á staðnum eru nokkuð grunntæki til framleiðslu og þróunar. Einnig leyfilegt að koma með sín eigin tæki ef framleiðendur kjósa svo. Ég mun aðstoða þá sem vilja nýta vörusmiðjuna, til dæmis þetta leiðilega, sækja leyfi, gera gæðahandbók, setja upp vinnsluferla og svo þetta skemmtilega að aðstoða við að þróa nýja vöru. Rauninu bara eftir því hvað hver og einn viðskiptavinur vill. Það leyfilegt að vinna með öll hráefni, hvort sem til matagerðar, olíugerðar, snyrtivöru eða sápur. Hægt að undirbúa stórar veislur eða leigja aðstöðuna fyrir námskeiðshald. En númer 1 og 3 vinnsla aðskild í tíma hjá okkur. Allt það sem athafnað í vörusmiðjunni á ábyrgð notanda. Og til framleiðslu á vörum sem á að fara á markað þarf leyfi en ekki nauðsynlegt að sækja leyfi ef það verið að þróa vöru. Þannig að það hægt að koma og pröfa sig áfram áður en að tekin ákvörðun hvort að varan eigi að fara á markað. Að hverju stefnum við? Við viljum auðvelda frumkvöðlum og framleiðendum að stíga fyrstu skrefin. Við viljum auka nýsköpun á svæðinu, auka framleiðslu á vörum á svæðinu, því þetta jú mikið landbúnaðarsvæði og eigum rík fiskimið. Með því værum við virkilega auka verðmæti okkar sem við höfum nú þegar. Það liggur mikil virðisaukning í því að fullvinna vöru á svæðinu. Þá erum við líka að renna styrkari stoðum undir blómlegt atvinnulíf. Og til gamans þá myndirnar á þessari glæru. Þetta kiðlingaöxl sem við vorum að pröfa og í raun og veru þessi stig, undirbúningur, síðan að setja þetta í pottinn og síðan fullelduð. Og ég get sagt ykkur það að þetta var yndislega gott. Eftirspurn eftir vörum frá ákveðnum landshlutum? Já, það það. Það eftirspurn eftir öruggum matvælum þar sem gæði, hreinleiki og hefðir fá að njóta sín. Viðskiptavinir vilja í auknum mæli fá að vita upprunan, hvernig frumafurðin alin eða fengin.
Viðskiptavinirnir vilja pakkningar sem henta heimilinu og nýja strauma, eins og hefur komið fram. Ferðaþjónustuaðilar og veitingastaðir sækjast líka eftir þessu. Það hefur verið mikil breyting síðustu ár og í dag þykir mjög flott að bera fram eða bjóða upp á local food eða undir ákveðin svæðismerkjum eins og til dæmis Matarkistu Skagafjarðar. Og þar veitingaaðilar í raun og veru að bjóða upp á það sérstaka sem einkennir svæði. Draga fram bragðið af svæðinu. Ferðaþjónustuaðilar vilja líka bjóða upp á vörur frá sínu kannski bíli til sinna viðskiptavina til að auka upplifun gesta sinna og skapa þannig sérstakar minningar. Og til dæmis á þessari glæru þá eru hérna vörur sem búið að vera að vinna að í vörusmiðjunni og þarna verið að raun og veru að þjónusta hérna viðskiptavinin, þarna pakkað eftir fjölskyldustærð, hvort sem að það og líka fyrir hérna ferðaþjónustufyrirtæki og í litlar einingar þegar fólk vil taka sér hérna litlar pakkningar. Þarna eru líka vörur sem eru ennþá í þróun og verið að pröfa sig áfram með. En það að búa til vörur heimabyggð hefur margvísleg áhrif á samfélagið, bæði inn á við og út á við. Og með því að skapa vöru og framleiða stöðlum við á uppbyggingu á svæðinu og svæði verður áhugaverðara sem áfangastaður. Við erum búin að gera góða hluti hér á svæðinu í sambandi við matarupplifun en við getum gert svo miklu meira. Vörusmiðja Biopol á Skagaströnd klárlega góður kostur til þess að stuðla að nýsköpun og þróun. Fyrstu viðskiptavinirnir okkar kom í september og hafa nokkri framsæknir bændur nýtt sér aðstöðuna en það bara fyrsta skrefið og verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvað þeir taka sér fyrir hendur og hvert stefna. Og við vonum bara að það komi fleiri á eftir þeim. Því fleiri sem framleiða á svæðinu, því árangursríkara verður það fyrir okkur. En þessar myndir hérna sem ég sýni ykkur hérna, þetta úr einkasafni, þetta eru vörur sem voru þróaðar 2014 og 2015. Og eru komnar á markað og þess vegna segi ég það bara hugsa stórt og vera óhrædd við að taka skrefið þeir sem að vilja og heimasíðan okkar biopol.is getur fengið nánar upplýsingar en ég þakka kærlega fyrir mig. Við þakkum Þórhildi Maríu kærlega fyrir og ég vil þakka bara þeim frumælendum sem að þegar hafa tekið til máls fyrir að standa sig frábærlega hvað tíma varðar. Við erum þrátt fyrir að höfum byrjað nokkrum myndum og seint, þá erum við akkurat bara held ég á sekundu samkvæmt dagskrá og nú komið að hléi, ráðstefnu hléi og nú mega menn vera í framboði alveg eins og vindurinn næstu 20 mínúturnar. Segja ekki til því en á slaginu 3 þá hefjum við dagskrá aftur. Gjörðu svo vel.